Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, komið sæl, við flautum til leiks hérna í taktíkinni. Hjá mér mjög góður gestur í settinu, rithöfundur, fyrirlesari, fyrrum landsliðsmaður. Já, Þorgrímur Þráinsson, þú ert maður með mjög marga titla. Já, ég svo sem ekki hrifinn einhverjum titlum. Ég stundum spurður að því, þegar ég beðin að tala einhvers staðar, hvernig á ég kynna þig? Ég einhvern veginn kemst aldrei að niðurstöðu. Yfirleitt bara rithöfundur. Það er fínt, þó að sé áhuga mál hjá mér að vera rithöfundur, þá einhvern veginn bara fínt að hafa þann titil ef ég þarf einhvern. Hérna eru í íþróttaþætti og við kannski byrjum aðeins á því, íþróttir og þú, hvar byrjar þetta? Byrjar þetta í fótboltanum eða einhvers staðar annars staðar? Þetta byrjar eiginlega bara í sveit, þar sem ég var sem krakki á Snæfellsnesi, að sparka bolta í vegg bara frá 2 upp í 10 ára aldur, kasta spjóti, sem sagt fullorðinsspjóti sem krakki. Þá bjó ég í Kópavogi, spilaði minn fyrsta fótboltaleik með Breiðabliki gegn Val, kom inn á sem varamaður, sem hægri kantmaður, gekk illa. Þannig að síðan flytti ég til Ólafsvíkur 10 ára og æfi náttúrulega með Víking Ólafsvík þangað til ég verið 20, spilaði 3 ár í 3. deild og fer svo í Val 20. Þannig að fótbolti, frjálsar, ég var í glímu í Kópavogi, fékk gull þar. Þannig að ég hefði alveg getað séð mig ef ég lít tilbaka. Ég hefði viljað verða kylfingur, geggja að spila golf, einn að glíma við sjálfan sig, ég hefði viljað gera það ef ég fæ annað tækifæri. Og frjálsar. Ég var góður í spjótkasti. Ég vann 60 metrar hlaup hérna á landsvísu þegar ég var 12 ára á gamla Melavellinum. Þannig að frjálsar lágu ágætlega fyrir mér, spretthlaup og spjótkast, en fótboltinn var niðurst og ég sé ekki eftir því. Svona íþróttir alltaf á breiðum grundvelli, þú ert bæði þarna í einstaklingsgreinum og svo hóp íþróttum og já, þú ert bikarmeistari í spjótkasti. Já, þú komst að því. Já. Vel gert. Ég var bikarmeistari með FH í spjótkasti og sama ár var ég bikarmeistari með Val í fótbolta. Þannig að spjótkastferillinn svona gekk í endurnýjun lífdag einhvern tíma því ég var að fara að spila leik á Valbjarnarvellinum og var að hita upp á móti Þrótti held ég. Og það var einhver að æfa spjótkast, þannig að í upphittinu tók ég eitt kast, einhver þjálfari sá mig og sagði bara, býttu, hvað er þessi maður að gera? Þannig að hann hringdi svo í mig og bað mig að keppa hérna í bikarnum fyrir FH. Þannig að þá keppti ég nokkur ár, einhvern tíma fyrir Ármann og svo fyrir FH og kastaði þarna einhverja rúma 60 metra. Einar Vilhjálmsson segir alltaf að ég er heimsmet knattspyrnumanna í spjótkasti. Já, það er það. Hann lítur bara rétt hjá honum, þetta getur ekki margir. Hann fylgist með öllu. Sko. En Valur er svo liðið sem að þú spilar svona þinn meistaraflokksferil með mest, það er líka þarna einhver leikir með Stjörnunni. Já, ég spilaði 12 ár með Val, tók ákvörðun 1990 vorið að hætta eftir tímabilið. Bara ég fann þetta var einhvern veginn komið nóg hjá mér. Mér finnst líka gott að geta hætt þegar maður var í landsliði, maður var fyrirliði, okkur gekk vel. Svo 91 þá var ég hættur en spilaði nokkra leiki með Víking Ólafsvík, bara þegar mér langaði. Svo fann ég 92, mér langaði í 1 tímabili viðbót, en mér finnst svo hallarsætt að vera hættur með Val og fara að byrja aftur að spila með þeim. Og ekki vildi ég spila á móti þeim, þannig ég fór í 1. deild að spila með Stjörnunni 1 ár, sem var frábært. Þar kynntist ég gaurum Bjarna Ben og Lúðvík Erni Steinarsinni og Lúlla Jónasson og Hermanni frænda og fullt af flottum gaurum sem svona pínu bera upp Stjörnuna í dag. Þannig ég hef alveg tilfinningar til Stjörnunar. Og Víking Ólafsvíkur líka. Já, þetta er mjög göfugt að taka svona ákvörðun að sérstaklega vil ég ekki vera að spila á móti sínu liði. Aldrei hvarflaði mér að spila á móti Val. Ég gæti það ekki. Það er bara eitthvað í hjartanu, sko. Og þú ert svona mikið í íþróttum og þá er náttúrulega væntanlega erfitt að hætta. Þú heldur áfram að vera í einhvers konar íþróttum. Já, ég segi bara alveg eins og að það skiptir ekki máli hvaða grein það er. Aðalmálið er að hreyfa sig daglega vegna þess að þessi endorfínlosun, þetta gleðiefni upp í heila sem gerir mann glaðan, það er bara nauðsynlegt. Og ég hef verið duglegur að fara í ræktina undanfarin áratugi. Ég er að halda fyrirlestrar fyrir ungt fólk og ég þarf að vera í lagi líkamlega og bara öllu leyti til að vera trúverðugur.
Þannig að íþróttir eru mér í blóð bornar en ég er samt engin svona brjálaður keppnismaður, svo ég segir alveg eins og er. Veist, maður þarf bara að tapa og maður gerir jafntefli og maður þarf að sætta sig við það. Aðalmálið er að gera sitt besta. En ég er ekki þannig gaur sem segir kannski bara einhverjum andstæðingi að halda kjafti eða ríf kjafti eða eitthvað slíkt. Þetta er bara fair leikur, heilbrigður leikur. Maður gerir sitt best og annarkoð dugar eða dugar ekki. En hins vegar, finnst ég bara allt í að tala um þetta, að þá sé ég dálítið eftir því ef ég lít tilbaka að hafa ekki bara fengið betri þjálfun. Já. Ekki kannski mér að kenna, en þjálfun í dag er allt öðruvísi heldur en í gamla daga. Við vorum kannski einhvern veginn að gera æfingar að hlaupa á malbiki, hlaupa í langhlaup, í kulda og frosti og gera alls kyns hluti sem ekki gert í dag. Þannig ég kannski segi, ég vildi að menntun þjálfara hefði verið miklu betri fyrir 30-40 árum. Þá hefði maður kannski náð lengra og maður var að gera hluti sem kannski skipti ekki öllu máli í þess að æfa einhverja aðra þætti. Já. En í dag eru bara þjálfarar svo menntaðir að þeir eru algjörlega með þetta í teskið þannig að nýja kynslóðin hún græðir á þessari menntun þjálfara. Og þá erum við að tala um þjálfara í yngri flokkum og líka á meistaraflokkslevelli og... Algjörlega, á bara alveg öllu stig og ég segi bara eins og einn besti þjálfari Vals á sínum tíma, Júri Ilitsev, rússinn, sem gerði Val að meisturum 76 og bikarmeisturum 78 og fleira. Hann sagði bestu þjálfararnir eiga að vera í yngri flokkunum. Og ég er sammála því. Já, akkurat. Vegna þess að ef krakkar alast upp við frábæra þjálfun og bara rétt aðhald, þá koma þau upp í meistaraflokk og það er bara einhver svona stjórnandi eða leiðtogi með taktík og hreinu og aga og slíkt. En krakkarnir eru búin að læra leikinn gegnum yngri flokkana. Það er mikilvægast. Akkurat. Og þú ert ennþá í miklum tengslum við þetta því að þú ert formaður Vals. Já, ég er bara eins og segir áhugamaður íþróttir og formaður Vals og sem er náttúrulega bara sjálfboðastarf, þannig að það er framkvæmdastjóri sem rekur félagið. En mér langar alveg að skipta mér af kannski hver er yfirþjálfari og hvernig er verið að vinna og hvernig er unnið með innviðin og ég er að halda fyrirlestra fyrir flokkana og þannig að mér finnst innra starfið svo gríðarlega mikilvægt. Ég er ekki peningamaður, ég er lítið að spá í business, en innra starfið efla æskuna, efla þróttinn, styrkja andlega þáttinn. Ég er bara meira þar. Akkurat, og þetta sem þarf að þjálfa alveg eins líka og hreinlega nauðsynlegt að vera með þjálfara í því alveg eins og þjálfa einhverja getu í knattspyrnu. Algjörlega, ég fór á fyrirlestur hjá einhverjum merkilegum bandarískum þjálfara hérna fyrir nokkrum árum upp í háskóla sem sagði að hann spurði hvort hann var að spyrja einhverja þjálfara í NFL-deildinni hvort er mikilvægt að vera sko líkalegi þátturinn, andlegi þátturinn. Allir sögðu andlegi þátturinn. Og svo spurði hann og hvernig þjálfara hann? Já, við erum ekki alveg byrjar á því. Nei. Þannig að það er sem betur fer að aukast í dag, þessi andlegi þáttur, hann skiptir svo miklu máli. Men ef manni líður illa, ef maður er með einhver vandamál á bakinu, þá fer maður ekkert inn á leikvang eða keppa til að blómstra. Það er bara ekki hægt, það er eitthvað sem situr í skottinu og er að trufla mann. Það er bara svoleiðis. Akkurat. Við ætlum að halda áfram að tala um þetta eftir smá hlé. Fylgist þið með. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós. Já, við höldum áfram. Þorgrímur, við vorum að tala um andlega þáttinn þegar við hættum hérna áðan. Nú ert þú í starfi hjá landsliðinu. Getur aðeins sagt okkur, í hverju felst þetta starf? Ég er búinn að fá þessa spurningu oft. Fyrst ég fékk hana, þá sagði ég er boltastrákur. Ég eiginlega stend við það. Vegna þess að ég er búinn að vera með þessu landslið í 12 ár. Og fyrst byrjaði ég í landsliðsnefnd og síðan var ég ráðinn sem starfsmaður, þannig ég er ekki í rauninni að vinna hjá KSÍ en ég bara kem inn þegar landsliðið spilar og æfir. Það er mjög fámennur hópur að vinna í kringum landsliðið og Lars og Heimir vildu hafa það þannig til að halda mönnum á tánum. Við megum ekki vera margir. Og við erum bara allir að hjálpast að. Þannig að ég er að sækja boltann fyrir aftan mark. Halda á töskum. Ég er sem sagt aðstoðarbúningastjóri finnst mér með Siggadúllu. Ég er aðstoðar landsliðsmarkmannsþjálfari með honum Lassi nýja manninum. Þannig að ég geng bara í þau störf sem ég er beðinn eins og aðrir. Það er ekkert leyndarmáli, ég hef annarslagi fengið að halda fyrirlestri fyrir strákana. Ég held 2 fyrirlestri í Rússlandi og í Frakklandi líka. Og ef leikmenn vilja tala við einhvern undir 4 augum einhverjum mál, kannski persónuleg mál, þá er ég bara gaurinn sem er til í það.
Þannig að ég ekkert svona andlegur leiðtogi liðsins, það ekkert slíkt. Við erum allir að hjálpa að stað og tala nú ekki nuddararnir og sjúkraþjálfararnir sem eru að meðhandla strákana oft á dag. Það skapast ákveðið trúnaðarsamband þar. Þannig að þeir eru allir að standa sig frábærlega. En ég hef oft lent í samtölum við strákana undir 4 augum ýmis mál sem lúta bara heimilinu þeirra og kannski uppeldismálum, kannski sambandinu við konun og eitthvað, get kannski gefið ráð. En það er mjög, það er mikil ábyrgð sem felst í því að gefa einhvern ráð. Af því maður er alltaf að tala út frá sinni reynslu. Já. Og reynsla fólks er svo ólík. Þannig að ég er bara að reyna að bæta landsliðið á bara hvaða hátt sem er. Við mætum með bækur í alla landsleiki. Svona bækur sem lúta andlugu hliðinni. Strákarnir geta tekið sér bók. Við límum upp myndir, svona jákvæðar myndir og jákvæðar setningar í nuddherberginu, á göngunum, í lyftunni. Þannig að við erum ætla að minna það á að þetta er ekki bara fótbolti. Og þessi strákar eru svo flottir að þeir eru ekkert bara að velta fyrir sér að ná frábærum árangri í fótbolta. Þeir eru líka að velta fyrir sér hvernig get ég hjálpað öðrum. Þessir gaurar er að hjálpa fullt af fólki með margvíslegum hætti án sem nokkur vitu það. Ég kjafta stundum frá því til að hrósa strákunum, en þeir eru ekkert að segja frá því. Akkurat. Og það er fegurðin felst í því. Einhvers staðar heyrði ég nú setningu eftir Birki Máa sem talaði að ég myndi miklu frekar vilja vera góð manneskja heldur en góður íþróttum. Það er bara þannig. Þessa setningu sýni ég í öllum skólum alla daga. Mynda Birki Máa og akkurat setninguna. Mikilvægt að vera góð manneskja en góður í fótbolta, sagði hann. Akkurat. Og það er dálítið einkennandi fyrir þessa gaura. Og þess vegna held ég að þeir ásamt kvennalandsliðinu, ásamt okkar bara landsliðum almennt eru að gera góða hluti. Af því Íslendingar eru bara karakterar sem standa saman, finnst mér, sem einhver liðsheild. Þannig að þótt þetta sé karlalandsliði í fótbolta, þá erum við einhvern veginn fulltrúar bara þjóðarinnar. Og það er svo gaman að finna þetta þjóðarstolt hjá strákunum þegar maður er svona í kringu þá. Já. Þeir vilja gera vel fyrir mömmu, fyrir pappa og fyrir vinina og vinnufélagana og þennan og hinn, ekki bara fyrir sjálfa sig. Og þessi liðsheild og þetta sem þú ert að tala þetta er eitthvað sem þú hefur verið að koma til skila og bæði skrifa það bók og ert núna að fara á milli með fyrirlestra í skólum. Já, þetta er ekkert sem ég hefur verið að koma til skila, við erum allir að gera þetta, en hins vegar hef ég verið að halda fyrirlestra í grunnskólum á Íslandi einu sinni á vetri, að það sé að ég fyrir alla skóla á Íslandi einu svona vetri með fyrirlestur sem ég kalla við erum ástfangin af lífinu. Og ég er búinn að gera það í 10-12 ár og það er frábært fyrir mig að fara á nýjan vinnustað á hverjum einasta degi og tala við ungt fólk. Og minn fyrirlestur er 80 mínútur, það er bara hvatning það að bera ábyrgð á sjálfri sér, bera virðingu fyrir foreldri sínum, búa rúmið sitt á morgnana, setja sér markmið og hugað öllum litlu hlutunum daglega. Það eru litlu hlutirnir sem skapa stóra sigra. Þú færð ekki hæfileika í jólagjöf. Þú færð ekki bara hærri einkunnir í afmælisgjöf. Þetta snýst ekki það. Þannig að ég bara nýt stuðnings frá fyrirtækjum að fara í skóla. Skólarnir fá mig frítt. Þannig að fyrirtækin Bláa lónið og N1 líta á þetta sem samfélagsverkefni. Þess vegna get ég gert þetta. Það er rétt hjá þér. Ég skrifaði síðan bók landsliðið fótbolta sem heitir Íslenska kraftaverkið. Vegna þess að ég fekk leyfi hjá landsliðsstrákunum, hjá KSÍ og öllum til að veita fólki innsýn á bak við tjöldin, hvers vegna liðið nær svona frábærum árangri. Og ástæða þess ég skrifaði þessa bók var fyrst og fremst sú, það kom fyrirspurn frá Noregi. Norskt forlag vildi fá að vita og gefa út bók á norsku hvers vegna stendur Ísland sér svona vel. Þannig ég settist niður í nóvember fyrir rúma ári, skrifaði bókin á 3 mánuðum, allar helgar, í spreng og svo klikkaði Noregur. Af því að þýðandinn var ekki að standa sig. Þannig að ég satt upp með bók á íslensku sem er náttúrulega bara frábært. Og þetta er ekkert bók sem fjallar bara landsliðið fótbolta. Þetta er bók sem fjallar bara sterka liðsheild á vinnustað, heima, ég er að segja sögur og svo framvegis. Þannig að ég er bara mjög stoltur af þessari bók. Talar þessa litlu hluti og ef við hugsaum þetta bara út frá knattspyrnu, það er allir að æfa sömu íþrótt í grunninn og allir að spila sömu íþrótt. Þannig að hljóta verið með þetta ekstra, eitthvað sem þú ert að gera aukalega sem að skila þér lengra en öðrum. Það sem sumir átta sig ekki á, og ég vildi að ég hefði áttað mig á því ég var að spila, að það hvernig þú mætir á æfingu gefur fyrirheit það hvernig æfingin verður. Mætt á æfingu, beinn í baki, heilsaði fólki,
Kastaðu kveðju í yngri flokkana, horfðu í augun á þjálfarunum, vertu tímalút á velli, ef þú ert þreyttur, hlauptu hraðar, taktu séræfingu, gaktu frá í klefunum, hrósaðu öðrum, bættu liðsheildina. Þetta eru hlutirnir sem gleymast stundum. Og ég gleymi því ekki þegar við unnum England og EM í Frakklandi. Að þá, eins og alltaf, þá þrífum við klefan eftir leik. Við hjálpumst við það að ganga snirtilega Og ég fór síðastur út í klefanum eftir stærsta sigur Íslands í fótbolta. Strákarnir voru horfnir í rútu og við vorum bara að ganga frá. Kemur húsvörðurinn inn, lítur í kringum sig og segir, vá, ég er búinn að vera húsvörður hér í 15 ár. Það er ekkert lið í heiminum gengi ég vel klefann og þið. Ég sagði það kemur ekki óvart. Við trúum á litlu hlutina, við trúum á þetta karma. Ef við komum vel fram við allt og alla, göngum snirtilegum, þá munum við fara að vinna sigra. Og þetta er þetta attitude, þetta hugafar sem er svo einkennandi fyrir landsliðið ennþá í dag. Jafnvel þótt Lars sé hættur, jafnvel þótt Heimir sé hættur og Erik Hamlin tekinn við, þá munum við viðhalda þessu. Að vera þessi afreks- og atvinnumaðurinn á öllum sviðum. Öllum sviðum. Þetta snýst ekki það hvað þú gerir eingöngu á einhverjum 4 klukkutíma á dag. Hvað ert að gera 20 klukkustundir á dag? Hvaða morgunmat borðarðu? Hvernig kemur þú fram við kona þinna? Býrðu rúmið þitt? Hvaða bækur ertu að lesa? Má ég sjá markmiðið þín? Vertu í svona peak state of mind, atvinnumannahugsun, allan sólarhringinn. Og ef maður hugar að litlu hlutunum, þá bara kemur árangur. Sama hvort þú ert sjónvarpsmaður, rithöfundur, fyrirlesari, landsliðsmaður, húsmóðir, húsfaðir, veist þetta bara á allt. Og það er þessi litlu hlutir sem bara skipta meginmáli að mínum mati. Stundum velti fyrir mér eins og þessu mun á liðsíþrótt og einstaklingsíþrótt, því að í einstaklingsíþrótt þegar þú leggur áherslu á þessa litlu hluti þá sérðu það beint á þínum eigin árangri hvernig þú stendur þig. En í liðsíþrótt þá er svona hættara við því að þú skýlir á bak við liðið og sért ekki þessi hlekkur í þessari keðju sem þyrftir að vera ekki eins sterkur og þú gætir verið. Algjörlega. Þannig að það er svo mikilvægt og mér finnst einmitt strákarnir í landsliðinu gera sér grein fyrir því að ef þeir leggja sig ekki fram, er að svindla á æfingu, þá eru þeir að svindla á hópnum. Og það er þessi samkennd sem skiptir svo miklu máli. Og ég finn það alveg, þessi Lars gerði rosalega vel og Heimir líka, að þeir voru alltaf að hrósa þeim sem voru varamenn. Bara strákar, þið eru fleiri á bekknum heldur en inn á, þið eru lykilmenn, ekki láta í ljós óánægju, við erum að gera þetta saman. Ykkar tækifæri mun koma. Þannig að eins og þú segir, maður sér strax árangur ef maður er einstaklingur en liðsheildin, það er erfitt að blómstra einn. En það sér maður það ofta á strákum sem kom í landsliði sem eru ungir og nýir og ferskir og vilja sanna sig. Þeir ætla að gera of mikið. Þeir ætla að sanna sig of mikið í fyrsta leik fyrir þjálfarunum, en þjálfarinn er ekki kjáni. Bara spila þig einfalt, legðu þig fram, taktu sprett á æfingum, ekki gefast upp. Þannig að þá bara vinnur maður sér rólegheitum upp á þann stað sem maður á að vera á. Akkurat. Með þetta ætla að taka smá hlé og kíkja í smá auglýsingar. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð. Já, við flautum inn síðasta hlutan af þessum þætti. Við vorum að tala þessa liðsheild, Þorgrímur, fyrir hlé og það að þetta er kannski eins og landsliðið er að spila, að þeir eru að hugsa meira það, liðið heldur en sig sjálfa sem einstaklinga. Já, ég er algjörlega þeirra skoðunar. Ég ætlaði svona að reyna að segja eitthvað mjög gáfulegt, það bara datt út einhvers staðar. En eins og nefndir áðan að það er engin keðja sterkar heldur en veikasti hlekkurinn, maður í rauninni þarf alltaf að huga að heildinni og það sem strákarnir gera vel líka er að þeir alltaf bakka hver annan upp. Ég spurði strákana rétt áður en Lars hætti hvert er mesta framlag Lars Lagerbäck til íslenskrar knattspyrnu. Ég bara spurði nokkra, þeir eru allir sammála, þessi 3. Raggi, Theodór, Elmar og Kári. Þeir sögðu never lose one against one. Tapaðu aldrei einn á móti einum. Ég horfði á einhvern leik daginn, skiptir ekki máli hvaða liða voru, Lengjubikarnum eða eitthvað svoleiðis, þar sem menn voru endalaust að selja sig, koma fullir í ferð og seldu sig. Ég tala þetta líka í fyrirlestrum vegna þess að aldrei tapa einn á móti einum er svona svipað og við tveir varum að tala saman. Ég hefði gert eitthvað á þinn hlut. Ef ég bið ekki fyrirgefningar eða sýni ekki auðmýkt eða viðurkenni ekki mistök, þá er ég búinn að tapa.
Þannig að þessi setningast Lars Lagerbäck, never lose one against one, á við allt, ekki bara einn á móti einum á vellinum, heldur bara hvernig talar við kona þína, hvernig talar við börnin, hvernig talar yfirmaður við starfsmann. Þannig að það svo margt líkt með hópíþrótt, fyrirtæki, fjölskylda, vinahópur. Það eru sömu gildi sem eiga að vera við líði allstaðar. Akkurat, við erum öll einstaklingar, alveg sama hvað við erum að gera, hvort við erum atvinnuminn í knattspyrnu eða hvað það er bara svoleiðis, þannig að og það sem ég finnst líka svo gaman við þessa stráka okkar í landsliðinu, því ég þekki þá svo vel að þeir eru allir tilbúin til að bæta sig. Það er svo gaman að sjá þá, ég meina Birkir Bjarna, ykkar maður, hann kemur hérna heim með tösku fulla af skóm númer 39. Enginn veit að hann er að gefa krökkum skó sem hafa ekki efni á að kaupa fótboltaskó. Hversu oft heldur þú að Aron Gunnars, ykkar maður líka, hafi ekki rétt mér fyrirliðabandi eftir leik og sagði Þorgrímur, þekkir ekki einhverja krakka sem myndi hafa gaman að eiga fyrirliðabandið. Þannig eftir leik daginn þegar við spiluðum við Belga að þá rétt hann mér bandið og sagði Þorgrímur, gefðu einhverjum þetta. Og ég sagði Aron, skrifaði fyrst á þetta. Svo fór ég með inn til Belgana og Hazard skrifaði á þetta. Svo kom ég heim og gaf strák sem þurfti á þess að halda. Þannig að svona eru við allir að hjálpast við að gleðja aðra. Og þegar þeir gleðja aðra, þá lyfta þeir sínum anda og spila betur. Svona er þetta. Já. Og svona trúi ég þetta eigi að vera. Hvort sem eru krakkar í 10. bekk, 7. bekk, kennarar. Og þess vegna finnst mér svo gaman að halda þessa fyrirlestrar sem ég er að gera vegna þess að ég er að tala landsliðið. Ég sýni einhverjar 8 glærum í landsliðinu og er að tala hlutina sem við erum að tala hér. Krakkar í 10. bekk skilja þetta fullkomlega. Það er svo gaman að vera með stóran hópa nemendur fyrir framan sig í 8-10 mínútur og skynja það hvernig þau drekka í sig einhverja upplýsingar. Þannig að maður sér hvernig maður næri í gegnið ekki. En þetta landslið og þessi liðsheild sem er nú fyrirmynd og við sjáum að það hringdi því frá Noregi til þess að skrifa bók þetta. Sko, hvernig þjálfar maður þetta upp? Ef við hugsum bara yngri flokka þjálfaran sem það vill þjálfa upp þennan andlega þátt, þessa liðsheild, ertu með einhver ráð? Sko, ég lærði töluvert af því þegar Barcelona skólinn var hjá Val í hittifyrra og þar á undan. Það sem ég þótti frábært hjá þeim var að þegar æfingarnar voru búnar, þá yfirgaf enginn iðkandi völlinn nema að labba upp á þjálfara og segja takk fyrir æfinguna. Þetta litla, virðingin fyrir þjálfuninni, virðingin fyrir búningastjórunum, virðingin fyrir treyjunni, ekki hendan á gólfið, legðu hana frá þér, snúðu sokkunum rétt, legðu þetta frá þér. Þarna er þetta að þjálfa ákveðin aga sem nýtist líka heima hjá þér bara búðum rúmið þitt. Gakktu fallega frá þetta fötunum þínum. Og síðan líka þetta sem bara þarf að hjálpast að í yngri flokkunum að því að þjálfarar eru svo hæfir margir hverjir, það er þessi andlegi þáttur, hvað er þetta að borða? Þú getur ekki komið á æfingu ef þú ert svangur, þá myndir hrynja niður. Ég er líka svo hrifinn af því í yngri flokkum og líka meistara að þjálfarinn þekki sögu krakkans. Hvernig eru foreldrarnir? Er stuðningur heima fyrir? Hvernig gengur þér í skóla? Og svo framvegis. Og ég vil grípa inn í miklu fyrr. Þannig að mig langar til að þjálfara séu meðvitar það eins og ég Val, hvernig líður krökkunum. Ef krakki mætir ekki á æfingu 3 æfingar í röð, þá vil ég að þjálfari hringi heim og spyrji, getum við hjálpað? Vantar pening og svo framvegis. Þannig að við eigum að hjálpa þessum krökkum vegna þess að það skiptir meira máli að búa til hjálpast að búa til frábæra einstaklinga heldur en frábæra íþróttamenn. Vegna þess að kannski bara í 7. flokki 60 krakkar, kannski komast 1 eða 2 í meistaraflokk. Það er svo mikilvægt að hinir 68 klári ferilinn eða bara, klári kannski ferilinn hjá þessu félagi bara með sterka sjálfsmynd. Þori bara í menntaskóla með kassan úti og fara í háskóla og bara blómstra þegar þeir fengu svo frábæra þjálfun. Þannig að þetta er ekki bara íþróttaþjálfun, þetta er bara þjálfun í bara að vera frábæra manneskja. Já. Og ég held að við öll íþróttafélögin geti gert betur þarna. Öll. Og þarna vantar líka bara stuðning frá sveitarfélögum og ríkinu og ég meina við erum að tala það að setja 10 milljarða í einhvern þjóðarsjóð til að eiga til vara. Frábært! Hvernig væri bara að búa til alvöru forvarnir á Íslandi? Fyrsta stigs forvarnir sem er komið í veg fyrir að þurfa að plástra alltaf peningur til plástrum, það er ekki til peningur fyrir alvöru uppeldi. En nú erum við komin út á hættulega braut. Ég vil ekki vera pólitískur.
En samt eins og einmitt með þetta að þú ert að þjálfa þarna upp hóp af einstaklingum og eins og segir, það eru bara örfáir sem að ná langt í íþróttum en ef þú þjálfar öll upp sem góða einstaklinga og góðar manneskjur að það skila sér líka í þessum sem að ná langt að þeir verða þá bara betri leikmenn líka. Já, algjörlega. Ég meina að því ég er nú staddur á Akureyri þá vitna ég stundum í mann sem var hérna forvarnarfulltrúi, hann Gulla, sem sagði var búinn að taka á móti nemendum, brottfallsnemendum úr MA og VFMA í mörg ár. Hann sagði allir þessi nemendur eiga eitt sameiginlegt. Það er brotin sjálfsmynd. Af hverju er sjálfsmyndin brotin? Er það vegna þess að krakkarnir alast upp á erfiðum heimilum, þeir eru að bera sig saman hvert við annað, ég hef ekki nógu flottan síma, ekki nógu flott föður, ekki nógu góður í íþróttum, ég er ekki nógu góður einkunn og svo framvegis, þannig að af hverju þurfum við að láta annað fólk segja okkur hvað við getum og hvað við getum ekki eða hvað við erum að gera. Þannig að sjálfsmyndin í dag hjá ungu fólki skiptir gríðarlega miklu máli. Margir reyna að fela veikleika sína og svo framvegis sem er kannski bara mjög mannlegt og eðlilegt en við þurfum að hjálpa ungu fólki frá leikskólaaldri, grunnskólaaldri, framhaldsskóla í að styrkja sjálfsmyndina. Þannig að þegar þau bara fara út í lífið þá séu þau bara yes, ég get þetta, sama hvað það er. Og ef það kemur mótlæti, ég slegið niður, ég rís upp aftur. Ég slegið niður, ég rís upp aftur. Það er svo mikilvægt. Og er það þá í raun okkar sem þessar þjálfara, foreldra, kennara, fyrirmynda að setja þessa fyrirmynd sjálfstraust og umgengni og... Algjörlega, algjörlega. Það er þessi litlu hlutir dagsdaglega. Það er bara, ef þú nennir því ekki, gerðu það samt. Ef þið langar það ekki, gerðu það samt. Og svo framvegis, það bara hjálpa krökkunum í öllum litlu hlutunum dagsdaglega. Mæta á réttum tíma í skólan, læra strax og allt þetta. Búa rúmið sitt. Spyrja foreldra réttra spurninga, fara út með ruslið, vaska upp, hafa herbergi hreint, þjálfa sig í því að vera bara hér. Það er svo gaman að finna hitta krakka sem eru bara hér. Ég veit hvert ég er að fara, færðu þig. Það er svo skemmtilegt. Án alls hroka. Samt bara auðmýkt og fallegri karakterar og hjálpa öðrum. Svo kemur árangurinn, hann er bara afraksturinn. Hann kemur að sjálfu sér. Ef maður hugar að þessum þáttum. Ef maður setur markið einhvers staðar hér og nennir ekki að vinna fyrir þá kemst maður aldrei þangað. Þannig að vera með markmiðan á hreinu og njóta augnabliksins og veist, þetta er merkilegasti dagur í lífinu og gerðu þetta allt rétt, þá verður þú komin þangað eins og veist af. Þetta er frábær lokaorð, Þorgrímur, takk kærlega fyrir óbáslega uppbyggilegt spjall og takk ykkur áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.